Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Við vorum að tala aðeins fiskidagstónleikana hérna fyrst í þættinum og við ætlum aðeins að tala þá meira vegna þess að við erum svo spennt. Hann Skúli, sem allir þekkja, Skúli Geirdal, hann kominn hérna til mín vegna þess að hann fékk að vera að fluga á vegg þegar herlegheitin voru í gangi á Dalvík. Skúli, hvað varstu að gera þarna? Já, hvað var ég að gera þarna? Þetta var dálítið svona eins og bara árshátíð í sjónvarpsframleiðslu hjá N4. Ég var í bara svona öllu sem hinir nefndi ekki að gera. Ég náttúrulega var nýgræðingur á svæðinu, aldrei búinn að vera þarna áður. Þannig ég var með samfélagsmiðlana, var að reyna að taka svona upp vídeo bak við tjöldin. Ég var með vél þar sem að söngvararnir voru baksviðs. Síðan á tónleikunum sjálfum, þá var ég með vélina í krátinu þar sem fólki var að syngja með. Og svo þegar að herra Hetjusmjör fór að syngja, þá átti ég að hlaupa upp í krana og ná flugeldasýningunni. Og svo bara, þú veist, segja kaffi og mat handa liðinu, sko. Þeim sem að raunverulega voru að gera þarna, sko, og taka upp alvöru sjóið. Já, þannig að þú í rauninni varst bara svona allt múlíkt mann þarna, ef maður má sletta hans í dönsku. Já, það var klárlega þannig, sko. Það var klárlega þannig og svona þessi verkefni að því að þessi fagmenn sem voru þarna að taka þetta upp á vélunum sem að kunna þetta, þeir þurftu náttúrulega að vera að einbeita sér að því, þannig að það var ágætt að vera með einhvern svona sem að gat stutt við þá í hinu, bara eins og það að hugsa það að þeir fengi sér eitthvað að borða, svo var ekki að gleyma því. En þarna var maður líka, fólk var að labba framhjá og spurja okkur hvað í gangi hérna og hverjir eru þau, hvað að taka upp og já, það N4 hérna með eina vél hérna með RÚV að taka upp tónleikunum. Nei, N4 með alla vélarnar, við erum að gera þetta allt saman, við sjáum framleiðsluna á þessum tónleikum. Já, þetta náttúrulega alveg risaverkefni og svona til þess að áhorfandi getur glöggvað sig aðeins betur á þessu, þá nefnilega tókst þú upp efni og viðtöl á meðan þú varst í þessu öllu saman. Akkurat. Og hérna Stefán Friðrik, hann klippti það saman í smá svona, nú vill maður ekki segja behind the scenes, en bak við tjöldin. Klárlega, bak við tjöldin, fáum að vera svona pínu flug á vegg í þessu ferli að setja upp fiskidags tónleikana. Já, og við skulum bara líta á þetta og hérna, svo spjöllum við aðeins meira saman eftir það. Geggjað til í það. Hey. Í dag erum við, held ég, það byrjum 15 sem eru á vegum N4 að mynda sjóið 15 til 20 svona hefum allt tekið með krani og svona dolly-trakkur með 2 vélar hérna fyrir aftan þig 2 vélar sikkur á megin, 3 á sviðinu stjórnborðið í bílnum hana hann verður kukl og þar verður Árni Þór að klippa á samt Gústaf og Maríu Björk og fleirum. Þetta alveg klárlega stærsta verkefni ársins á N4 og örugglega eitt stærsta sjónvarpsprodúksjón á tónleikum á Íslandi á hverju ári. Þannig að þetta hefi. Ég upptökustjórinn. Kvöld. Við erum með allt í allt 11-12 vélar eitthvað svoleiðis. Ég stýri 8 vélum hérna inni og svo eru svona 2-3 sem við tökum upp ekstra. Þannig að þetta alveg toppið. Þú ert maðurinn sem talar í eyrun á öllum tökum. Já, ég þarf að stýra þeim og sjá til þess að ekki allir að stilla vélarnar sína á sama tíma og ná réttum momentum og sprengja honum og svona. Ég hugsaði að ég verði ekki mikið fókuseraður á hvað að gerast fyrir utan bara hvar myndavélarnar eiga að vera, sko. Gríðarlega mikið reynslu, mikið fólk sem kemur að þessu í öllum stöðum, sko, þannig að það hjálpar mikið til. En þetta eru fundir svona fram á og maður þarf að fara á æfingar og setjast niður með þeim sem að skipuleggja tónleikana og sjá hvar stórstjörnurnar eru að koma inn og hvar sprengjurnar koma og svona. Þetta eru nokkrir dagar í fundi og undirbúning og svo svona síðustu 2 dagarnir eru dálítið strangir. Eitthvað þyringur í maðurum? Alltaf svolítið, sko. Bara spenningur, sko. Það hjálpar? Já, ég held að hjálpi, sko. Maður nær fókusnum svona eftir og overfókusnum, eins og við kallum það. Nú klukkan 3 og æfing klukkan 5 styttist í þetta. Alltaf verið klárt búið að tengja þetta vélar? Mér sýnist það bara. Það komið mynd hérna á vélarnar og komið hljóð og byrjaði að soundchecka, þannig að þetta lítur bara mjög vel út.
að halda róminni og reyna að láta alla hina líka vera rólega, sko. En auðvitað er ég framleiðandi að þessu og ég á að gera eitthvað svona smottir í, en eiginlega bara þvælast þú ekki mikið fyrir. Þetta er stærsta verkefni sem ég gerir. Þetta er margra daga og vikna undirbúningur og þetta er náttúrulega byggir á gömlum grunni. Við erum búin að gera þetta síðan 2012, þannig að þeir sem byrjuðu á þessu, þau bjuggu til mjög flott konsept sem við höfum svo verið að þróa og þetta er það stærsta sem N4 gerir á hverju ári. Við höfum verið að leggja mikla áherslu á að tökumennirnir séu fagmenn af Norðurlandi, svo þeir þurfi ekki að koma langt að, líka bara til þess að þjálfa upp. Þetta skiptir miklu máli að við höfum þjálfa krú í þessu sem er hægt að ná í með stundubíluna og það hefur okkur tekist, en við þurfum einhverju að gista og þá er gott að þekkja fólk sem býður upp á gistingu og sem betur eigum við gott orðspor og sem betur er N4 mjög, það er mörgust ekki vænt okkur og það er auðvelt fyrir okkur að biðja fólk greiða og við höfum svolítið verið að gera það. Ég ætla ekki að gera lítið úr því að KUKK og þeir snillingarnir þar, þeir eru að koma frá Reykjavík og auðvitað er þetta mest í nösunum á okkur en þetta er samt sem að þeir allt í einu þegar við bara áttum okkur á því að við værum bara með Norðlendinga, þá var það svona svolítið, já, þetta getur við. Nokkra mínútur í þetta og allir klárir. Gerðu ekki ná eftir, ferði í eitthvað sérstakt són eða hvernig gerir þetta? Já, maður kannski alveg lýsa í þannig, sko, maður færi svona eitthvað hálfgerðum tans, eitthvað ástand, sko. Þetta er, já, maður þarf að vera ansegið fókusaður. En með æfinguna þá er við von á góðum tónleikum? Algjörlega, þetta verður algjör bomba. Kyrkja. Já, þá erum við komin aftur hérna í settið. Skúli, þetta hefur aldeilis verið skemmtilegt. Þetta er mjög skemmtilegt og maður sér þarna svona aðeins hvað þetta er stórt, hvað er mikið á bakvið þetta og líka maður kannski hefur það í huga þegar maður er að horfa á þetta, þarna er bara bílaplan, eða þarna er ekki neitt bara vikuna undan. Svo kemur þetta svið, það er sett upp þetta sjó, allar þessar vélar til þess að búa til þetta sem við fáum svo að horfa á fyrsta vetrardag á N4. Já, og talandi það, já einmitt, og fyrsti vetrardagur, þetta er svona pínleiti leiðinlegur dagur, það fólki finnst vetur ekkert neitt frábær, nú er til dæmis bærinn okkar fullur af snjó strax, allt í einu, en þetta er ljósið í myrkrinu, það verður fiskidagstónleikar annað kvöld. Algjörlega, fullkomin afsökun, bara til þess að vera heima með teppið og kakó og fiskidagstónleikana. Nákvæmlega. Herðu, og til þess að svindla smá, við ætlum aðeins að gefa ykkur smá svona forsmekk af þessu, þá ætlum við að sýna núna Pál Óskar, sem var með á fiskidagstónleikunum fyrsta skipti. Hann náttúrulega yfirleitt upptekinn á hérna Pride fyrir sunnan þessa helgi. Algjörlega. En núna var Pride fært út af Ed Sheeran tónleikum, þannig að þá var allt í einu Páll Óskar á lausu og gat komið og sungið fyrir tónleikagesti fiskidagsins, Gorgeous. Ég kveð þig bara í bili, Skúli, þátturinn er búinn. Takk fyrir mig. Takk fyrir komuna og sjáum Palla. Ég er flottur, ég er frægur, ég er kannski